hef þurft að fá mikið af ytri viðurkenningu. Bara til þess að sanna að ég sé verðmætur eða slíku við tilveru rétt. Þú verður að standa þig og þú er ekki nóg að vera, þú þarft að gera eitthvað. Og það var fyrst og fremst hjá mér annarkvort fjölskylda eða vinna. Það sem ég reyndi að leggja mig mjög fram á báðum þessum sviðum, sko. Svo var vinnan farin en ég hafði fjölskyldu og svo slitnaði upp á því og hafði hvorki fjölskyldunni vinn og allt í einu var bara svona krísa, sko. En þú varst rosalega ríkur, var það ekki svarið? Þú fékkst rosalega mikla peninga fyrir hérna þetta sem þú byggðir upp í kreditinfo. Já, margir svona tengja við það, eða margir svona telja að það geti verið lykillinn að eiga peninga, geti verið lykillinn að svo mörgu, að maður geti bara gert hvað sem þú hefði getað ferðast mörgu sinni kringum heiminn og... Já, ég geta það. Það er rosa gott að eiga mikið peningum og þurfa ekki að ágjöra því. En það er reyndar þannig að það oft fylgir því miklar ágjör, sko. Ég er ekki að kvarta yfir því. Það er samt þannig að sko, rannsóknir bara sýna að þeir sem eiga mjög mikið af peningum, umfram 200-300 milljón krónur, sko, 2 milljónir evra eða eitthvað, komin umfram það, þá er að fara að vera kvöð aftur. Þegar fólk fer að líta öðruvísi á þig, finnst að þú getur bara alveg lagt eitthvað til, styrt hitt og þetta, borga herri reikninga þegar einhver gerir eitthvað fyrir því, allt í nöru reikningarnir orðin miklu herri og svo eru þessar áhyggjur að því að klúðra því. Tappa peningunum. Stöðu áhyggjur er áherstunni nóg eða hvað er í hættu og það er sko allt sem þú átt, þú tengist í einhvern veginn og þau tengsl geta verið óheilbrigð, sérstaklega það er mikið af peningum. Þá eiga þeir þig tilbaka, sko. Þeir kalla á því, þeir segja ekki gefa mig, ekki eyða mig, ekki leggja mig í áhættu, passa upp á mig og eitthvað svona, sko. En sko ég var svolítið heppinn með að ég sá þetta svolítið mikið. Ég hef lært af öðrum sem ég hef séð bara illa verða fávitar, sko. Margir verða fávitar, halda að sé eitthvað betur en aðrir að þeir græddu peninga og eitthvað svona, sko. Þannig ég var alveg tilbúin undir það þegar ég fekk mína peninga. Þeir eru bara þeir eru í fyrirtæki sem þeir eru geymdir og þeir eru ekki þeir eru ekki hluta mér. Það þetta hjálpar, einhver sagði, þú veist, þú getur ekki keypt hamingju en þú getur fengið sko aðeins betri gæði af óhamingju ef átt pening, sko. Og það er alveg þannig, sko. Þú veist þá einn í fílu einhver staðar á tenni eða eitthvað, sko. Þú veist, ég kallar íbúð eitthvað, en sko, nei, maður þarf að hafa einhvern tilgang. Eitthvað sem kemur þér fram úr á mótnan, eitthvað sem þér hlakkar til, eitthvað sem og helst eitthvað, ég held að til þess að fólk blómstri þá og verði hamingjusamt, sko. Þá þarftu að finna eitthvað sem þú ert góður í.